Sannkölluð menningarveisla var haldin í Útskálakirkju nú á aðventunni þegar þar var haldin fjáröflunarskemmtun Hollvinna Unu í sjólist. Skemmtunin var haldin til að afla fjár til styrktar starfseminni í sjólist, húsi Unu Guðmundsdóttur. Sjólist menningarsetur í Garði en Una var einnig þekkt sem völva Suðurnesja. Að Útskálum komu fram þau Ragnheiður Gröndal og Gunnar Kvaran sellóleikari ásamt undirleikara. Einnig söng Sísí Ástórsdóttir, þáttakandi úr Voice Ísland, og þá spiluðu bræðurnir Júlíus og Tryggvi nokkur lög á gítar og sungu líka. Ragnheiður Steindórsdóttir leikkona las minningar Unu leiklist í Garðinum og Anna Hulda Júlíusdóttir djákni flutti hugleiðingu á aðventu. Á skemmtuninni var tilkynnt vinningsljóðin í Dagstjörnunni sem ljóðasamkeppni í nafni Unu í sjólist. Fyrstu verðlaun komu í hlut Amelíu Bjarkar Davíðsdóttur sem 12 ára úr Gerðaskóla. Önnur verðlaun hlaut Stefán Örn Sigurjónsson 11 ára úr Gerðaskóla. Þriðju verðlaun hlaut Hafdís Eva Pálsdóttir 11 ára úr Myllubakkaskóla í Keflavík. Hér eru svipmyndir og brot úr dagskránni í Útskálakirkju á þriðja sunnudegi í aðventu. Söngkona sem kom meðal annars fram í The Voice, þættinum vinsæla, og hún heitir Sísí Ástórsdóttir og Sísí búsett í Keflavík en frá Vestmannaeyjum. Við bjóðum hana velkomna, gjörðu svo vel. Mjallhvít jörð í ljónastór, á stöðum stjörnum bláum frá, himni háum í fjarska kirkjukluknar ljós. Ég man þau jólin milda frið á mínum jólakortum bið, að ævinlega eignist þig, heiða daga, helgan jólafrið. Þegar Sveinn Halldórsson flytur í Garðinn frá Bolungarvík árið 1943 lifnar aftur yfir Talíu. Sveinn
sem var þrautreyndur í öllu sem að leiklist laut við svipaðar aðstæður og hér voru, lét það verða eitt af fyrstu verkum sínum að blása lífi í hálfkulnaðar glæður leiklistarinnar með því að færa upp 2 leikrit með nemendum barnaskólans, Gulleplið og Hvíta riddarann. Honum til aðstoðar voru Auður Tryggvadóttir og kona hans, frú Guðrún Pálmadóttir, sem saumaði búninga og aðstoðaði við æfingar. Sveinn bæði lék og leikstýrði í fleiri verkum með fullorðnum, svo sem Frænku Charlies og Saklausa svallarann, auk þess sem hann hélt áfram með uppfærslur á vegum barnaskólans. Eftir að Sveinn flutti úr garðinum reyndu nokkrir samstarfsmenn hans, flestir ungir að árum, að halda merkinu á lofti og mynduðu með sér óformlegan félagsskap sem þeir nefndu Litla leikfélagið undir stjórn Unu Guðmundsdóttur. Hún hafði árabil unnið að leiksýningum, bæði með kvenfélaginu og einnig í barnastúkunni. Að vísu voru ekki tekin til meðferðar nein stórverk leikbókmenntanna en mörg minni, svo og leikþættir til skemmtunar á ársátíðum og þorrablótum. Unu fórst stjórnin afar vel úr hendi og ekki lét hún erfiðleikana á sig fá, eða eins og eitt sinn kom fram í gamanvísum Unu: á æfingar vantaði aldrei þig, þótt oft væri frostið 20 stig. Auk þess samdi Una marga þætti sem leiknir voru á afmælum og á fundum barnastúkunar, en þar var framlag hennar meira en almennt vitað á öðrum stöðum. Við erum hér saman í kvöld á 3. sunnudegi í aðventu og ég leyfi mér að fullyrða það að öll erum við að undirbúa hug okkar á hjarta fyrir komandi daga, undirbúa okkur fyrir hátíð ljós og friðar. Við minnumst þeirra ástvina sem að farin eru undan okkur frá þessu jarðneska lífi til hins eilífa og við hugum að leiðum þeirra til dæmis með því að tendra ljós og minnumst þess tíma sem við áttum saman. Hvert og eitt okkar fyrir í gegnum þennan tíma á sinn hátt. Og meðan að söknuður og sorg fyllir einhver hjörtu, þá eru önnur hjörtu á sama tíma full af gleði og eftirvæntingu. Menningarlíf og verslun blómstrar á þessum árstíma og skapast hefur svo hefð hér á landi að gera vel við sig í mat og drykk. Sum okkar kjósa að njóta alls þess sem í boði og erilsins sem fylgir, á meðan að hlýi sokkar, ullarteppið og heitt súkkulaði heillar aðra. Og hvort sem við kjósum að fara með hraðalestinni sem að stoppa og stutta á hverjum stað á leiðinni gegnum þennan tíma eða með einreiðinni sem að fyrir hægt yfir og tíminn milli ferða í lengri, þá er þetta allt gott og blessað, á meðan við gleymum ekki að hlúa að fólkinu í kringum okkur. Gleymum ekki að hlúa að því sem að virkilega nærir hjarta og sál. Og sennilega könnumst við öll við það að vera hálf fegin þegar jólin eru búin, þar sem að álagið hefur verið allt mikið. En gleymum því ekki að við kristnir menn og konur erum að fagna fæðingu frelsarans, drengsins sem að María hélt á í faðmi sér og kyssti á kinnarnar, drengsins sem að tók á sig byrðar heimsins. Leyfum okkur að staldra við og hlusta á hvort annað, segja sína útgáfu af fallegu Maríu. Megi aðventan vera ykkur ánægileg og ég óska ykkur öllum gleðilegra jóla.